So goes the leader, so goes the culture. So goes the culture, so goes the company. Segir Simon Sinek, góðvinur okkar á hlaðvarpinu, fyrirlesari og rithöfundur, heldur hann ekki trúar en allavega eldklár gaur. Já. Þangað sem leiðtoginn fer, þangað fer menningin, og þangað sem menningin fer, þangað fer fyrirtækið eða hópur, teymið af fólki. Já. Áhrif leiðtogana eru mjög mikil og mikilvæg. Og þetta á alveg sérstaklega við í kristilegum samfélögum eins og kirkjum og söfnuðum að presturinn í því tilfelli sá aðili sem að markar stefnuna á hvert kirkjan fer, hvert söfnuðurinn fer og þú veist, allt þetta. Og fleiri, ekki bara presturinn. Nei, akkurat, en presturinn svona kannski svolítið innan kirkjunar yfir höfuð, já. Hann oddurinn á þessu oddaflugi, getur við sagt. Og þess vegna það svo gríðarlega mikið áfall og gríðarlega alvarlegt þegar að kirkjar, þegar að leiðtogar kirkjunar falla á einhvern hátt og svona upplefa svona fall from grace að þegar að fórusta kirkjunar bregst að þá getur það haft svo skaðlega áhrif á bara söfnuðina og persónunar þar innaf. Og Biblían leggur mikla áherslu á þetta að standardin rosalega hár ef að þú ætlar þér að sækjast eftir og verða leiðtogi innan kirkjunar. Já, í fyrra Tímóteusbréfi, kafla 3, versi 1-7, þar er svona listi yfir bara kröfurnar sem settar á leiðtoga. Það segir það orð satt að sækist einhver eftir biskupsstarfi, sem notabene bara ekki endilega, þú veist, Guðrún bara heldur bara leiðtogahlutverk innan kirkjunar. Biskup í þessu samhengi á þeirra tíma var bara meira almennt, þú veist, ekki einhver einn leiðtogahlutverk innan kirkjunar. Ef einhver sækist eftir því, þá skírnist hann fagurt hlutverk. Biskup, leiðtogi, á að vera óaðfinnanlegur, einkvæntur, bindindisamur, hóglátur, háttprúður, gestrisinn, góður fræðari, ekki drykkfelldur, ekki ofsafenginn, heldur gæfur, ekki deilugjarn, ekki fégjarn. Hann á að vera maður sem veitir góða forstöðu á heimili sínu og heldur börnum sín með hlýðni með allri siðprýði. Hvernig má sá sem ekki hefur vit á að veita heimili sínu forstöðu, veita söfnuði Guðs umsjón. Hann á ekki að vera nýr í trúnni til þess að hann ofmetnist ekki og verði fyrir sama dómi og djöfullinn. Hann á að hafa góðan orðstýrs, gott orðspor, hjá þeim sem standa fyrir utan kirkjuna, væntanlega, til þess að hann verði eigi fyrir álasi og lendi í tálsnýru djöfullsins. Já. Ok, mörg orð. Rosalega mörg orð. Eitt af orðunum sem eru eftirsagtavert hérna óaðfinnanlegur. Já. Biskup, kirkjuleiðtogi á að vera óaðfinnanlegur. Fullkominni að það að segja bara þannig að það ekki hægt að setja út á hann. Já. Sem auðvitað basically ómögulegar kröfur. Það það. Og við tölum meira það rétt strax. En það líka, og eins og ég segi, margt af þessu, að margt af þessu sem kemur þarna fram líka svona svolítið að, þú veist, standardin settur það hátt að það eiginlega ómannlegt og ómögulegt að standast hann. Og Páll já, nokkulega, í einmætti. Og að Páll skrifar rosalega mikið svona í hans bréfum og svona, hann notabene skrifar Tímóteusi og hann setur svona, þú veist, og hann notar þetta til þess að segja það, þú veist, hérna standardinn, þú nærður honum aldrei nema for the grace of God. Já, fyrir náð, það sem Guð hefur gert. Hann var að bindindi samir, agar, gestrisinn, góður í að fræða fólk og kenna. Alls konar eiginleikar sem hann á ekki að hafa, ekki að vera sjúkur í drykki, áfengi eða einhverja fíkn, ekki ofsafengin reiður, heldur gæfur og bara náður með góða nærveru. Góður leiðtogi fyrir sjálfa sig væntanlega, en líka heimili sitt ef hann á börn. Já, akkurat. Börninu sjálf sig og því að hvernig ætti sá sem hefur ekki stjórn á sjálfum sér að hafa geta leitt aðra. Og það sem mér finnst mjög athyglisvert, mjög mikilvægt að hann á ekki að vera nýr í trúnni. Já. Það sem við getum alveg haft menn og konur sem eru hæfar eða hafa möguleika á að vera leiðtogar
en eru mjög nýi trúni, eru kannski bara tóku trú í gær eða í fyrra eða eitthvað og maður hefur séð fólk, þú veist, taka trú eiga rosalega magnaðan vitspjóð og hver að gera stórkostlega hluti en það hefur ekki þroska eða bara möguleika styrk til þess að takast á við leiðtogahlutverk það er svona eins og við tölum meira eftir ættum við að sækjast eftir leiðtogahlutverki sem hæfir okkur hverju sinni en til þess að við séum ekki að fá saman dóma djöfullin sem alvarlegt til þess að við séum ekki að falla og vera aðskilin frá Guði og fyrir það að leiðtogi í kirkjunni ætti líka að hafa góðan orðstýra, góð orðspor fyrir utan kirkjunar það bara vera góðu borgari skilur og líka það að þessi að því að þarna verið að tala biskup eða þú veist svona aðli sem frekar hátt innan í kirkjunar að hann líka andlit kirkjunar út á við og það sjáum við bara í nútímanum skilur að prestar og biskupar og allt þetta eru líka ákveðin representation af söfnuðum og kirkjum og kirkjunni sem institution út af við gagnvart samfélaginu og bara the broader society og þannig að þarna verið að benda á það og það bara mjög satt þannig ég held kröfunar á leiðtogann þar eru mjög miklar og þær eru miklar og einhver leiti meiri en á öðrum eða harðari eða svona strángari heldur en öðrum að því að áhrifin hans eru meiri ég manna John Bevere eitt svona kennari eða pastor í Bandaríkjunum tala það þegar hann upplifði Guð svona kalla sig til þess að vera kennari eða útskýra Guðs orð að þá hann hafði verið að sjá föt að þrýfa föt fyrir kirkjuleiðtogann eða stóðum svona aðstofamaður prests og bara gerði allt sem hann þarfnaðist og þjónaði honum og svo fannst hann svona heilarandi að Guð segi við sig bara hei ef að flott ef þú vilt vera leiðtogi ef þið langar að kenna Guðs orð eins og leiðtogi þinn að gera en þú verður bara að vita að núna ef þú gerir mistök þá ert að klúðra hvítri skýrstu eða þú veist gera föt óhrein en þú klúðra sem leiðtogi inn í kirkjunar þá bitnar á fólki þá getur þú verið að eðilegja líf fólks sem bara alvarlegt og það mikilvægt og þess vegna eru kröfurnar á leiðtogann miklar í Biblíunni enginn uppfyllir allar þessar væntingar mannlega, við erum öll bara þú veist, brotin við erum öll breysk þar að segja bara getum ekki gert neitt í okkar eigin mætti fram fyrir Guði, við föllum öll á þessu prófi en það nákvæmlega fólki sem að Guð notar samt þannig ég held að það er ótrúlega uppörandi og bara skoðan þú veist, karakter eins og Móses skilur hann var morðingi Davíð hélt framhjá skilur Pétur afneitaði Jesú og fleiri, allir í Biblíunni eiga þennan bakgrunn að upplifa kannski svona almennt mynstur þeir upplifa þú veist, mér langar að vera að notaður af Guði ég vil þjóna í kirkjunni, þjóna í Guðs ríki ég ætla að reyna og fara kannski á stað en gjörsamlega að floppa og sjá að þeir geta ekkert í innvætti finna svo fyrirgefningu Guðs og náð hans af því að Jesús stóð fyrir okkur á krossinum og að því að Guð fyrirgefur og hann fær allan heiðurinn, hann fær allt kreditið þá getur reynda aftur og tekið framförum og þroskast Akkurat og það og einmitt eins og þú ert að tala skilur að við erum þú veist, við byrjum öll á nulli við fáum öll þú veist, F í kladdan hvað var það þennan standard en svo það þú veist Guð sér svo mikið potential í okkur öllum og eins og ég heyrði merkan mann segja daginn að við getum hugsað þetta þannig að Guð þekkir alla í fyrstu persónu að þú veist, ég þekki mig í fyrstu persónu og ég eini mannlegi aðilinn sem þekki mig í fyrstu persónu því ég bara ég en Guð þekkir alla í fyrstu persónu og hann sér möguleikana og potentialið sem býr í fólki og þannig að ef við tökum til dæmis bara Pál þú veist, að þetta Sál í Pál moment að Páll var upprunalega bara að myrða og ofsækja kristna menn en
Jésús birtist honum Mhm. og í dag er hann, þú veist, hann skrifaði hvað, 2/3 af Nýja testamentinu, Já, eitthvað svona, cirka. eitthvað rosalegt Stórlega. og þú veist, hann er svona geitinn af þessu leiti, hvað Mhm. varðar, Já. þú veist, svona, þú veist, kirkjusöguna, skilur, Mhm. hann er the big cheese. Hann, já, bara mjög gott dæmi, mann sem að tjekkar enga við henni í þessi bóks. Nei, nákvæmlega. Hann er bara hryðjuverkamaður, bara fjöldamorðingi, og gerðsannlega floppar á þessu prófi, en Guð samt tekur hann og breytir hann og notar hann. Já. Og En eins og þú veist að tala um með þetta sem sagt, að þetta biskup er ekki endilega nýr í trúnni, þú veist, Mhm. og þetta að við Já. þurfum að hafa þroska í Já. okkar leiðtoga hlutverk, Mhm. að það skiptir miklu máli. Já. Og að vera hafa góðan grunn Mhm. og að vera þú veist, að vera örugg í því sem við trúum Já. og geta varið, geta talað fyrir því Mhm. og geta veist, hafa líka reynsluna á því þegar að fólk sem að þú ert að leiða lendir í trúarkrísu að einhverju leiti, Já. að þá hafir þú reynsluna Já, algjörlega. á mannlegan hátt til þess að leiða fólki í það. Mhm. En þá er líka mikilvægt og þetta er, og nú vil ég brjóta fjórða vegginn og tala beint til þín, kæru hlustandi, að ef að þú finnur umhræringar, þú veist, að þú viljir Mhm. fara dýpra, þú finnur svona leiðtoga tendens hjá þér, Mm. að þá, þú veist, taktu lítil en rökrétt skref. Já, og Þú veist, þú veist, ef þú ert, þú veist, og verður bara með opin augum, þú veist, hvar er þörf Mhm. á að þjóna, skilur, hvar er eitthvað hlutverk sem þú getur tekið að þér Já. og gert vel. Já. Og að það stendur ekki stærri í biblíunni að yfir litluvastu trúr, yfir Mhm. mikið muni setja þig. Já. Þannig að, þú veist, Traustur unnið. hugsaðu þig bara, hvar get ég mætt þörfum og gerðu það vel Mhm. og skynsamlega, og þá, þú veist, þá byggir upp meira traust Mhm. og sýnir fram á þína hæfni Mhm. og þinn trúverðuleika sem leiðtogi, Mhm. og þá, eins og ég segi, þá verður þetta svona lífræn þróun. Nákvæmlega, og bara eins og Páll til dæmis, og þetta er mjög mikilvægt atriði, að þú veist, Páll átti ekki þessa umbreytingu og fór síðan bara beint að gera það sem að við sjáum hann hefur gerst. Nei. Hann tók nokkur ár, allt að held í 14 samkvæmt útreikningum mögulega. Já. 14 ár pældi í að mennta sig, í að setja undir öðrum sem að þekkti Jesú betur en hann og hefðu gengið með honum, eða þú veist, og bara lært kynst Guð upp á nýtt, áður en hann síðan steig út í meira hlutverk, eða jafnóðum. Allavega, punkturinn er þessi að við, já, ættum að, og líka hlusta á hvað eru núverandi leiðtogar í kirkjuna, að segja, hei, ef það vantar einhver aðstoð hérna, þá er það kannski eitthvað sem þú ættir að skoða. Við erum ekki í því að trana, eða þú veist hvað segja, já, vilja trúða sjálfum okkar á framfæri, koma okkar á framfæri, eða Já, akkurat. fyrir okkar eigin hag. Já. Hugsunarhátturinn Bak við það að vera leiðtoga hlutverki er það að þú ert að taka á þig ábyrgð til þess að mæta þörfum. og þjóna. Þú ert ekki bara eitthvað að byggja þau upp. Vers sem að snerti svolítið á því hvernig þú ættir að hlusta á leiðtogana sem eru til staðar, er í Hebreabréfunum, kafla 13. Það stendur í versi 17: hlýðið leiðtogum ykkar og verið þeim eftirlátir. Þeir vaka yfir sálum ykkar og eiga að lúka reikning fyrir þær. Verið þeim eftirlátir til þess að þeir geti gert það með gleði, ekki andvarpandi, það væri ykkur til ógagns. Já. Ok. Bara eitt atriði og við spjöllum svona meginstef í þessu, leiðtogar á að vaka yfir sálum okkar og lúka reikningi fyrir þær. Meinandi bara almennt alveg, það getur einhver annar útlagt að betur, en bara í grunninn leiðtogar bera ákveðna ábyrgð á okkur og við berum líka ákveðna ábyrgð gagnvart þeim, en Guð mun dæma eða bara gefa einhvern veginn að slappa fyrir prest okkur leiðtogana kirkju. Ok, hvernig stóð sig, hvernig var hversu guðlegt er fólki sem varst að leiða, hversu líkt Jesú er það. Þannig að Guð mun, við höfum að hlýða leiðtogum okkar, Guð mun dæma þá, þú veist, þá erum við ekki að tala um lífið þetta, við erum að tala um bara gagnrýni, eða bara ok, þú stóðst þig vel eða ekki. Já. Með kannski tilhærandi afleiðingum, en allavega, ok, eigum við bara hvað hlýða öllum leiðtogum.
stendur hlýði leiðtogum ykkar og verið þeim eftirlát. Við myndum segja nei, klálega ekki. Nei. Ef rétt eins og hérna höfundur Hebreabréfsins sem að margir telja þessi Páll, en það er ekki alveg skýrt, ef hann er að taka fram að Guð dæmir leiðtoga kirkjunar, þá er hann kannski svolítið líka að bóti þá að benda það, ok, þetta er sant menn sem að munu líka þurfa líka að vera hlýðnir og þurfa að vera undirlátir og eftirlátir. Já. Þannig við myndum segja, já, við erum að hlýða leiðtogum sem að tjekka í öll þessi box sem við vorum að tala í báðan. Já, að leiðtogar þurfa að vera trustsins verðir. Já. Og ef þeir eru það ekki og þá eru þeir ekki þá hafa þeir ekki það vald og það tröst til að vera leiðtogar. Að leiðtogar innan kirkjunar jú, þeir eru vonandi með köllun frá Guði inn í þetta hlutverk. Já. En grunnurinn að þeirri stöðu sem þeir eru í byggist á trösti safnaðarins til þeirra. Já. Og ef að það er rofið að þá er sú staða, sú leiðtoga staða sem að presens hún er ekki gild lengur. Nei, og vissulega og sjálfsög er það Guð sem hann kallar fólk til þess að vera leiðtogar og Guð á frumkvæði, en eins og segir þá ber kirkjan líka ábyrgð á leiðtogunum. Það er að segja, ég meina það er bara textar í Biblíunni sem að fólk, kirkjan er gagnrýnd fyrir það að samþykja leiðtoga sem er ekki hæfir eða kennara sem að kenna bara villu. Þannig að Guð mun dæma, gagnrýna og láta kirkjuna bera ábyrgð á því hver leiðtogi. Já. Ef við myndum segja bara til að draga saman þetta vers, hlýði leiðtogum ykkar og verið þeim eftirlátir, hlýtu þeim sem eru guðlegir. Eins og í fyrsta Pétursbréfi, kapla 5, þar að tala um það að leiðtogar ætti að vera eins og hirðar sem að bera hag hjarðarinnar fyrir brjósti sér og hafa umhyggju og elsku. Það segir í postulasunni líka, framar bera hlýða Guðum mönnum. Já. Þannig að til dæmis ef að leiðtoginn er að kenna eitthvað sem er ekki í Biblíunni, hann er ekki guðlegur, þá ættir að kannski bakka, jafnvel bara dippa. Já, bara run for your life. En fyrir þá leiðtoga sem að eru guðlegir, þá væri það okkur til ógagns að ekki fylgja þeim. Það er að segja, leiðtogar sem að bera okkar hag fyrir brjósti og vilja heyra Guð, það er win-win. Það er hagur þeirra og hagur okkar að við fylgjum. Á sjálfsög væri sá guðlegi ekki leiðtogi ekki að bara eitthvað fá því til þess að þjóna honum eða segja eitthvað sem hann á ekki að segja, en þetta er bara leiðtogar sem að líkist Jesú og er auðvelt að fylgja. Akkurat. Og auðvelt, þá ættum við líka vera auðvelt að vera að auðvelt að leiða okkur. Kirkjan er hjörð. Kirkjan er eins og kindur, hópur af kindum og ein af þeim kindum og nokkrar af þeim kindum, by the way, það er eitt konsept í biblilegri leiðtogamennsku eða kirkju leiðtogamennsku, öldungar, það er að segja þessi hópur sem að leiða kirkjuna, ekki bara einhver eitt gaur, en við erum eins og kindur, við erum öll bara í þörf fyrir Guð og ultimate hirðurinn okkar er Jesús. Já. Hann er leiðtogi kirkjunar, árið okkar annar er það. Að því segja þá þarf einu af þessum kindum að vera svolítið svona forystu fé, leiðtogi hjarðarinnar. Við þurfum fyrirmynd sem að sýna okkur hvernig það er að líkast Jesú og við þurfum eitthvað sem að hefur þekkingu á orðið Guðs og getur kennt fyrir okkur. Þannig það er allavega mín loka orð að ábyrgð leiðtogana er mikil og áhrif þeirra er mikil. Þannig að vilji einhver vera leiðtoginn í kirkjunar, einhver ungur sem að við erum að reyna það til, þá er það göfugt hlutur, það er fagurt. Virkilega. En það er líka mikla kröfur á það. Og við hinn, að við sem erum núna eða almennt ekki í leiðtogastöðu innan kirkjunar, sérstaklega leiðtogastöðu, vættum að bera virðingu fyrir leiðtogum okkar, þeim sem eru guðlegir, og vættum að hjálpa þeim, vættum að gaggrina á þeir segja eitthvað villast, vættum að hvetja og elska eins og Jesús myndi gera. Bara veita þeim stuðning bæði með uppbyggilegri gagnrýni og hvatningu þegar það við og stuðningi og allt þetta. Já, þannig biðjum fyrir leiðtogunum okkar, biðjum Guð að blessa þá og hjálpum þeim að hjálpa okkur og leitast eftir því að vera guðleg í þeim leiðtogastöðum sem við erum að þjóna í, saman hvort það sé utan kirkjunar eða innan.